ætlum að halda áfram þess að þætti sama viðtalið þess að við erum að ræða saman í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hingað eru komnir góðu gestir, Kristrún Ágústsdóttir sem svona jámegin í lífinu og Anton Berg Sævarsson sem nei-megin að minnskosti þessara atkvæðagreiðslu. Já, ekki lífinu. Nei. Velkomin, gaman að fá okkur. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Ef aðeins að leyfa bara þeim sem að horfa á okkur og hlusta að bara svona komast að því hverju þið eru. Anton, getur þú sagt okkur aðeins? Já, endilega. Ég heiti Anton Berg Sævarsson, eins og það og ég alinn upp á Eskifirði. Ég lærður húsasmiður en núna að stunda námi Háskólanum í Reykjavík í hagfræði. Og já, það svona... Og sumir muna kannski eftir þið með ref í sumar. Já, kannski, getur verið. Refakvíslarinn frá Mjóri. Ég vorum eitthvað að taka upp myndbanda af refnum sem við erum með á Mjóri yrlingnum og láta hann spá fyrir leiki á EM, þannig að kannski einhverju mun eftir mér eftir því. Já. Það róstu. Og af hverju nei í þessar atkvæðagreiðslu? Sko, þetta náttúrulega mjög víðtækt og margt í þessu, en bara í svona grunninn ég bara ekki hlynntur því að færa ákvörðunarvald og ákvarðanir út til Brussel frá Íslandi í grunninn, það svona stóra, já. Kristrún, hvað með þig? Hver ertu? Hvaðan kemurðu? Ég 21 árs frá Reykjavík. Ég líka háskólanemi. Var að klára annað árið í vélaverkfræði í Háskóla Íslands og ég ætla að kjósa já af því að fyrir mér þetta kosningum tækifæri. Ég vil ekki loka neinum dyrum núna. Fyrir mér á margt eftir að skýrast. Þú veist, Ísland þetta gott land, en fyrir mér snýst þetta bara hvort það getur orðið enn betra. Þú nú ekki langt að sækja pólitískan áhuga? Nei, svo sem ekki. En já, ég bara, þetta svona genatísk kannski, maður veit ekki. Já, foreldraðinir Ágúst Ólafur Ágústsson fyrrverandi varaformaður Samfylkingarinnar og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra? Já, passar. Já. Hvað með þig, Anton? Er pólitík í þinni fjölskyldu? Já, einhver, en pabbi var í bæjarmálunum bara í Fjarðabyggð, en hann ekkert dýpra en það svo sem. En það rætt pólitík heima alveg. Já, sko okkur langaði í dag að einbytta okkar aðeins að unga fólkinu og framtíðinni. Því að þessar kosningar geta haft mjög mikil áhrif á ykkar kynslóð. Kannski miklu meiri heldur en nokkuð tíman á mig eða þá sem að eldri eru. Hvað svona, hver ykkar tilfinning fyrir því svona hvaða sem að ungt fólk að velta fyrir sér í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu? Já, ég myndi segja bara sem að manni þykir auðvitað miður að margir bara svolítið svona óvissir hvað sé í raun satt og hverju má trúa og það náttúrulega bara vont að það sé staðan en ég myndi segja fyrir allt ungt fólk að þú veist að hafa það í huga að þessir tveir möguleikar já og nei, þeir eru ekkit alveg jafngildir jáið heldur þessu opnu og varveitir framtíðar jáið en líka framtíðar neið, en negin lokar þessu og einmitt þú veist sem bara ungt fólk en líka allir þá vill maður halda þessu aðeins opnu þannig til maður veit raunverulega hvað máli snýst. En hvað svona, ef þú fer lengra og horfið bara á svona hagsmuni sem eru undir, hvaða málaflokkar heldur það séu sem að svona unga fólkið að horfa á þegar það tekur ákvörðun 29. ágúst? Já, ég myndi segja að það væri fyrst og fremst verðlag. Ég meina Ísland eitt dýrasta land í heimi og það eru einmitt þó lífsgæði hér séu almennt há, þá það alveg skert lífsgæði að geta ekki keypt sér fasteign til dæmis og það mál sem snertir ungt fólk náttúrulega. Svo annað sem eru varnir, ég meina það breytt heimsmynd. Við þurfum bara að horfast í augu við það að við erum með Bandaríkjaforseta sem að hótar því að ráðast á nágrann okkar. Við erum lítil herlaus þjóð og þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að, Hvað segir þú? Já, þetta náttúrulega, ég tek undir með henni að við þurfum að opna tækifærin fyrir Ísland og nefnið að loka ákveðnum dyrum. Og ég horfi ekki á þannig að við séum að opna einhverja endilega dyr að gangin í Evrópusambandið. Og nefnir líka varnarmálin. Ég mjög skeptiskur á það og mér finnst það mjög varhugavert að taka ákvörðun svona langt fram í framtíðina. Þetta geti verið 20 ára, jafnvel lengur, ákvörðun sem við erum að taka núna byggða á hver forseti Bandaríkjanna akkurat þessa stundina.
og ég skil alveg áhyggjurnar og það ákveðin breytt heimsmynd, en við erum með NATO samstarfið og einhver til dæmis ástæðan fyrir því að Svíar og Finnar voru gangur í NATO núna. Ég sé ekki hvernig innganga Evrópusambandið sé að fara að styrkja stöðu okkar í varnarmálum á alþjóðasviðinu. En sko, að þið nefnir bæði sko varnarmál og breyta heimsmynd, virðist vera nokkuð sammála að hún sé að breytast, en kannski ekki sammála þá það hver bestu skrefin séu í kjölfarið. Kristrún, hvað sérðu fyrir þér að segjum sér svo að við myndum segja já og það myndi síðan enda með því að við myndum gangi í Evrópusambandið. Hvernig myndi það styrkja stöðu Íslands í þessari breyttu heimsmynd? Já, ég meina við bara getum fundið skjól þarna í Evrópusambandinu. Ég tel það vera svo. Þú nefnir NATO sem náttúrulega bara mjög mikilvægt fyrir Ísland, en við sjáum það þegar að NATO-ríki heimtar landsvæði annarar NATO-þjóðar, þá kannski NATO ekkert nóg, maður veit það ekki og við, eins og ég segi, erum lítil og við erum herlaus og við verðum það áfram. Ég held það bara tilheyra einhverju svona stóru, sterku sambandi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur. Þeir voru líka að nefna húsnæði og vexti. Ég held að það sé svona stóra hagsmunamálið fyrir ungt fólk. Já, klárlega, ég meina, maður sér það bara, umræðan er þar núna og eðlilega, vextir og verðbólga á háu Íslandi, við erum öll sammála það og við þurfum að taka á því og það liggur alveg fyrir að við þurfum að taka á því áður en við förum inn í Evrópusambandið og ætlum að taka upp evru. Þannig að mér finnst að við ætlum að taka á því sjálf og vera með hagstjórnina á okkar forsendum og ég treysti okkur Kristrúnu betur til þess að halda á hagsmunum Íslands til langra framtíðar heldur en fólki í Þýskalandi og Frakklandi, sko. Það svona í grunninn, en svo, já, eins og ég segi, það allir sammála það að við þurfum að lækka vexti og verðbólgu og svo bara spurning hvaða leið við förum á því. Hvað segir þú, Kristrún? Þetta svona rök sem maður heyrir að þetta sé bara eitthvað sem við eigum að gera bara sjálf heima. Við þurfum ekki einhvern veginn mögulega inngöngu í Evrópusambandið til að taka á þessu. Já, maður hefur heyrt þetta og þú veist, þetta alveg góð pæling, en fyrir mér þetta bara full reynt. Við höfum verið með ótal ríkisstjórnar sem hafa reynt að taka á þessu með alls konar aðferðum og það virðist ekkit vera að ganga. Staðan er svo að við erum með veikan gjaldmiðil, við erum ansi fá til þess að vera með eigin gjaldmiðil, þannig ég held að það sé alveg lausn og hvað þá að gera að kíkja hvort á það sé lausn að taka upp evruna. Sko, þetta, af því að þetta er svona sumuliti til þetta áhugaverð atkvæðagreiðsla sem við erum að fara í. Og í aðdragandunum maður heyri það að sko fólk einhvern veginn að reyna að leggja mjög misjafnt mat á það hvað raunverulega sé verið að kjósa 29. ágúst. Hvað myndi þið segja? Ef einhver myndi spyrja ykkur hvað er verið að kjósa, hverju myndi þið svara, Kristrún? Ég myndi segja að við erum auðvitað að kjósa það hvort Íslandi eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, en í því felst kosning tækifæri. Fyrir mér erum við að kjósa einmitt bara hvort við getum bætt lífsgæði hér á landi, hvort við getum lækkað vexti, hvort við getum bætt varnir og svo framvegis og þú veist, það skýrist allt með aðildarviðræðum og við erum að kjósa það, þannig fyrir mér er það svona eðlilegt næsta skref. Auðvitað erum við heppin að búa í lýðræðisríki og við höfum svolítið margt þetta að segja, þetta er 2 atkvæðagreiðslur, en já, þetta skýrist allt þegar jáið kemur fram, en ef svo er ekki þá verður þetta óvissa áfram sem er að mínum að þetta ekki gott fyrir þjóð sem er svolítið svona að báðum áttum með þetta. Hefur engar áhyggjur af því að bara tími og orkan sem fari í þessar samningaviðræður að henni er kannski betur varið einhverstaðar annars staðar? Ég hef ekki miklar áhyggjur af því, nei. Ég meina, þessi umræða hefur verið til staðar lengur en ég hef verið á lífi, sko. Þannig ég held að þetta sé bara tímabært. Þú veist, jú, þetta kostar allt og fer einhver tími og athygli í þetta, en ég meina, Ísland er land í Evrópu og eiginlega öll lönd í Evrópu eru í Evrópusambandinu eða hafa sótt aðild og það hvorki tilviljunni heimska, sko. Þetta er bara eðlilegt skref til að skoða sem
Evrópuríki. En þú Anton, ef einhver spyrði hvað er raunverulega verið að kjósa 29. ágúst, hverju myndir þú svara? Sko, þetta er sammála, þetta er kosning hvort við viljum halda áfram aðelda Ísland, aðelda Evrópusambandinu sem var tekin 2009 og ég vil bara hvetja fólk til þess að kynna sér Evrópusambandi vel fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel allan að mig hafa kynnt mér nægilega mikið Evrópusambandið, kosti þessu galla til þess að vita það að hagsmunum okkar er ekki að mínum mati best borgið innan Evrópusambandsins og ég held að eins og þú nefnir að við erum að fara ef að svo illa farið að mínum mati að svarið verið já þá erum við að fara að hefja ferli sem mun taka minnstakosti 2 ár. Alla kaffistofur landsins verða undirlagðir í umræðum Evrópusambandið, allt þingið, öll orkan í utanríkisráðuneytinu, okkar svona hagsmunaverðir út á við eru ekki að fara að vera með jafn sterkar stöðu þegar er svona mikil óvissa. Við vitum hvernig það er þegar er óvissa fyrir atvinnulífið og aðra að við erum ekki að fara í stóra fjárfestingur. Ég hræddu við það að fara í þetta ferli í 8 sambandi sem ég til okkar hagsmunum ekki best borgið innan. Ég var líka að spyrja þessa spurningu vegna þess að sko maður heyrir suma sem eru sko þín megin segja að þetta sé raun kosning það að ganga í Evrópusambandið ekki. Ertu sammála því? Nei, í rauninni ekki. Ég meina það er búið að gefa alveg út að það verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þegar við komið samningin í hendurnar ef svo verði. Og maður verður bara að treysta því, maður verður að treysta stjórnvöldum til þess að þau séu ekki að ljúga og ég geri það. En auðvitað, eins og ég segi, ef að fólk er búið að kynna sér Evrópusambandið nógu vel og heldur það, við vitum það má alveg segja margt Evrópusambandið og við getum rökrætt mikið Evrópusambandið lengi en það má alveg eiga það að það eru flestallar upplýsingar upp á borðum og þau hafa alveg verið skýr í svörum bæði þegar fórum síðast í aðildarviðræður og núna og upplýsingarnar eru aðgengilegar þannig að bara hvet fólk aftur til þess að kynna sér málin og fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað sko Evrópusambandið sjálft bara ertu svona þá frekar hlynnt inngöngu í Evrópusambandið ef við tökum bara næsta skref Já, þú veist og þá hvers vegna? Sko, mér finnst svolítið svona ég verð að svara svona hálf blindandi sko einhvern veginn en þú veist, jú, ég myndi alveg segja það en eins og segi, ég get ekki svara því ekki frekar en sko hvort að ég vilja það ekki og mér finnst það eiginlega vera það sem þessar aðaldaviðræður með gang út á Jú, Evrópusambandið er til og við þekkjum alveg hvernig aðra þjóðir hafa gengið inn í það. Íslandi er sérkennilegt að mörgu leyti. Ég held, fyrir mér er Evrópusambandið bara sterkt samband, 27 fullvalda þjóða. Íslandi er fullvalda þjóð og það breytist ekki. Við hefum bara ganga inn í svona viðræður, bara stolt og við getum ekkit, það þýðir ekkit að ganga inn í einhverja viðræður og líta svo lítið á sjálfa sig að þetta muni ekkit ganga, þú veist, þetta fyrir við bara stolt og örugg inn í þetta og svo kjósum við áframhaldið. Þannig að það kemur alveg til greina að þín áliti að ef við förum í viðræður og það kemur einhver samningur á borðið sem að þér líst ekki á þá myndur þú bara segja nei. Já, að sjálfsög, ég meina, þú veist maður hefur heyrst alls konar kenningar og margt af því sem maður veit auðvitað sé ekki satt sko en verði komið eitthvað hræðilegt út úr þessu fyrir Ísland þá hugsa ég að nú heila bara langflesti myndu kjósa nei en þess vegna fáum við mynd að kjósa það. Hvað sko Anton, þú ert á austan þar sjáum við samkvæmt könnunum að mikill meirihluti virðist ætla að greiða atkvæði gegn aðild. Hér á svona höfuðborgarsvæðinu virðist hins vegar meirihlutin vera fylgjandi því að fara í þessar aðildarviðræður. Veistu hvað skýrir þennan mun? Svona að þú horfir bara í þitt nærum. Sko, náttúrulega bara í grunninn myndi ég segja við þekkjum það eigin raun hvernig það er þegar ákvarðanir eru teknar langt frá fólkinu sem þær hafa áhrif á að það getur verið slæmt og við finnum það bara þegar ákvarðanir eru teknar ekki lengra heldur en úr Reykjavík sem lenda á okkur. Þannig að ég held að það sé svona grunninn það sem þessu anstæðan sé svona sterk út á landi. Svo auðvitað líka ef við mikla hagsmuni sem samfélög af sjávarútvegi og okkur hugnast það ekki að til dæmis erlendir aðilar geti keypt sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi sem að ég held að liggi fyrir að muni vera hægt nema við fáum einhverja varanlega undanþágur sem enginn önnur þjóð hefur fengið. En svo erlendir eigendur í fiskeldinu? Já, það er erlendir eigendur í fiskeldinu og það er bara einhverja reglur sem við erum með hér. Við getum alveg breytt í
en á samanskapi, þetta allt önnur umræða og ég held að svona byrjaði sjávarútvegur í Íslandi. Það kom erlendir aðilar með síldina og uppsjávarfiskinn, kennt okkur að veiða hann, eins með laxeldi núna, fiskeldin. Normenn koma og ráðast í stóra fjárfestingar og byggja upp atvinnugrein á Íslandi og bara mjög góðu samstarfi við Normenn. En ég held svona í grunninn að Austfirðingar séu meira hlindir neginu að ganga ekki í Evrópusambandið vegna þess að okkur hugnast það ekki að ákveðanir séu teknar lengra frá okkur. Sko að þið voru að tala aðeins húsnæðis málin áðan, sko þessi umræðan vexti og verðlag, hvað gerist við mögulega inngangi í Evrópusambandið. Kristján, ert þú sannfærð það að hér muni vextir lækka og verðlag kannski sömuleiðis með inngangu? Ég tel það nokkuð líklegt, já. Það bara hagfræðingar sem spá til það, maður hefur séð að gerast í öðrum löndum. Ég meina ef við tækjum upp evruna, þá ég meina í dag eru vextir á Íslandi 3 sinnum herri en evruvextir. Þannig tækjum við upp evruna og tel ég það nokkuð líklegt að vextir myndu lækka hér, já. Hvað segir þú? Þetta nú kannski svona þau rauk sem að margir telja að vera kannski einna sterkust, þar að segja, bara horfum bara á hvað hefur gerst hjá öðrum þjóðum, vextir hafa farið niður á við og þar lendi hljótið að gera það hér. Heldur að svona þú sem hagfræðingur? Ég var klára fyrsta ár, sko. Ég ætla ekki að fara í eitthvað hagfræði hérna. En hérna, já, bara eðlilega, bara gott að taka þessu umræðu og ég meina eins og ég sagði áðan, vextir og verðbólga eins og hún í dag á Íslandi er ekki góð. Ég sjálfur með húsnæðislán og ég finn það bara ein rauna og ég var mjög til að sjá vextirna og verðbólguna fara niður. Það bara spurningin hvaða leið við förum að því og þú nefndir áðan að við höfum fengið mörg tækifæri og margar ríkisstjórnir hafa reynt að laga hagstjórnina hérna á Íslandi og staðan er þannig að við erum mjög góð lífskjör á Íslandi. Við erum mjög rík þjóð. Jöfnuður hvað mestur í heiminum á Íslandi. Þannig að við getum ekki talað niður efnahagslífi á Íslandi heldur, sko. En auðvitað er alltaf áskoranir sem við þurfum að takast á og ég vil bara að við gefumst ekki upp á eigin hagstjórn og höldum áfram og ég er bara full að trú á Íslandi að við getum náð vöxtunum og verðbólgunni sjálf niður. Já, ég vil bara koma inn á það mér finnst maður ekkit vera að gera neitt lítið úr Íslandi með þú veist að dregur ekkit úr því að hvað Ísland sé gott að maður vilji skoða hvort það sé hægt eitt mögulega að bæta og ég þú veist gerir mig grein fyrir því að hvað Íslendingar hafa almennt gott miðað við margar aðrar þjóðir en eins og ég segi, það er bara auðvitað á maður samt að horfa til framtíðar og sjá hvort það sé ekki hægt að bæta hlutina. Hvernig haldið þið að umræðan muni þróast þessar síðustu 2 vikur fram atkvæðagreiðslu og hvernig finnst ykkur þetta hafa verið? Ég meina, finnst ykkur eins og að þið sé að fá þar upplýsingar sem þið þurfið eða ungt fólk sé að fá upplýsingar sem það þarf, finnst ykkur að vera mikið af bara hreinlega falsfréttum eða misvísandi upplýsingum að út ykkur og hvernig haldið þetta muni verða? Þetta er alls konar. Þetta er náttúrulega stuttur tími sem við höfum að ræða þetta og yfir sumartíman. Það er erfitt og sérstaklega fyrir ungt fólk sem að koma sér inn í svona veigamikið mál eins og Evrópusambandið á aðild að Evrópusambandinu að koma sér inn í það á þessum stuttar tíma. En ég bara fagna því að eins og núna við sem að koma hérna saman, ungt fólk og ræða framtíð Íslands sem er mjög mikilvægt og ég hvet bara allt ungt fólk til þess að kynna sér málin vel, taka samtalið og svo það maður náttúrulega vega að meta hvaða miðlar og hvað sé svona áreiðanlegt hvort að og maður hefur séð alls konar myndbönd og alls konar komment og sem maður það bara vega að meta sjálfur og treysta einn dómgreind. Já, þú veist það hefur alveg, eins og segi, verið alls konar ég óttast alveg aðeins þessa síðustu vikur, þetta hefur gengið full langt í einhverju svona bara bulli, þú veist, einhverja falsfréttir einmitt en fólk að viljandi villa fyrir kjósendum, það er bara óheiðalegt náttúrulega og bara á við, þú veist, báðar hreyfingar að sjálfsögðu, en fólk á skilið að vita raunverulega hvað þeir verið að kjósa, það er lýðræði, það er ekkit sérlega lýðræðislegt að vera að blekkja fólk og segja bara ósatt hvað er kosið. Maður vona bara að umræðan haldist málefnaleg. Þetta er
stórt mál, það síðan að gangin í Evrópusambandi, það er að sjálfsögðu stór ákvörðun, þá er mikilvægt að hafa í huga að maður tekur aldrei stórar ákvörðunir í lífinu án þess að kynna sér málin og fá allar upplýsingar á borðið. Það er bara mikilvægt að muna það í þessari kosningu, þetta tölum við hvað Evrópusambandið er, en maður er ekkert að, við erum ekki gangin í Evrópusambandið við það að segja já núna. Hvað myndir ráðleggja sko, og ekki bara ungu fólki heldur öllum, að því að þið þetta fylgist greinlega vel með, eru búin að velta svo mikið fyrir sér, svo fullt af fólki að núti sem er kannski bara núna aðeins farið að skoða þetta, er að sjá alls konar vídeo og velta fyrir sér, er þessi fullyrðing rétt, er þessi fullyrðing ekki rétt. Hvernig myndir ráðleggja fólki að bara, eins og þið segir, meta upplýsingarnar núna næstu vikurnar? Hvernig á fólk að haga sér? Sko, fólk verður bara svolítið að treysta á eigin dómgreind í því hvaða miðlar eru áræðanlegir. Og ég meni, eins og ég sagði áðan, Evrópusambandið má alveg eiga það að flest allar upplýsingar eru upp á borðum. Það má vel vera að við fáum eitthvað ákveð úr samningnum, eitthvað sem verður að deilum, eða semjum, segi ég. En svona grunnpraktík, svona stefna og grunnatriði Evrópusambandsins liggja alveg fyrir. Og það liggur alveg fyrir að við erum að framselja ákveðið vald til Evrópusambandsins. Sem við framseljum, það liggur alveg fyrir og svo bara spurning hvort við náum einhverjum sjálflausnum í gegn og eitthvað en ég hvet bara fólk til þess að kynna sér þetta sjálft og treysta eigin dómgreind. Já, það er erfitt að segja sko, þegar að þú veist, ég meina ég myndi bara hvetja fólk til þess að passa alltaf heimildir, þú veist, og þegar að fara svolítið varlega í það að trúa öllu sem að maður lesa á samfélagsmiðlum til dæmis eða séð eða heyrir. Fjölmiðlar eru yfirleitt vitna eitthvað í hvaðan heimildirnar koma og já, bara reyna einhvern veginn að fylgja svolítið með þessu og mynda sína eigin skoðun á málinu sko. Ég held að það ekki verið undir með sem þú sagði ráðan, ég held að það sé best að þið sjáðu bara þetta fyrir okkur. Já, ég held að við erum ekki að framselja þessu eitthvað lengra. Þá er þetta bara komið, sleppum atkvæðagreiðslunni. Herðu, Kristrún Ágústsdóttir og Anton Berg Sævarsson, takk fyrir að koma í sama viðtali. Takk hérlega. Takk.